Alopecia areata sjúkdómur sem flokkast undir sjálfsofnæmis sjúkdóm. Sjúkdómurinn veldur hármissi á höfði, allt frá blettaskalla þar sem hárið dettur af í litlum kringlóttum blettum, frá því að verða alskalli allt upp í að líkaminn verði hárlaus. Alopecia getur átt sér stað hjá körlum og konum á öllum aldri. Flest tilfelli alopecia hefjast í barnæsku. Alopecia getur átt sér stað á öllum aldri. Það getur byrjað sem smáu blettir sem koma og fara eða blettir sem fara ekki. Blettirnir geta komið og farið, verið misstórir og mislengi að vaxa aftur. Hjá sumum vex hárið ekki aftur í blettina. Ég heiti Guðmann Þór Bjargmundsson og starfa sem kvikmyndagerðarmaður og rek mitt eigið ljósmyndastúdíó sem við erum núna inn í og breyti fólk svona í túristum aðalega en líka Íslendingum í víkinga og tek portréttmyndir af þeim. Ég er 46 ára gamall, fæddur 71. Greindist með alopecia fyrir 5 árum síðan, eitthvað svoleiðis. Ég heiti Ólafur Egilsson, ég er menntaður leikari, starfa sem leikstjóri og handritshöfundur og ýmislegt. Ég greinist með alopeciu þegar ég er 18 ára og þá missi ég allt hárið svona efst á höfðinu og svo þegar ég er 20 þá fæ ég þetta, ég man nú aldrei hvort það heitir universalis eða totalis en þá fer allt hárið sem sagt og þá var ég nýbúinn að klára inntökuprófi í leiklistarskólan og ég var komin inn í skólan og ég fór alveg í mínus. Mér var svona allt í lagi að missa hárið á hausnum sko, en svona allt, það var, mér fannst svona líklegt að það myndi hafa áhrif á það að ég gæti orðið leikari. Brynja Guðnadóttir og hann er innanhúshönnuður. Já, ég er búin að vera með alopecia síðan ég var 10-11 ára. Já, fyrst var ég svona með skallabletti og svo misti ég í rauninni bara augabrúnir og allt hárið þegar ég átti seinna barnið mitt. Já, fyrir svona 14 árum. Guðbrandur Garðarsson, Kópavogsbúi, Vesturbæingur. Já, ég er matreiðslumaður, eigandi Bjargarstein Mathús í Grundarfirði, ásamt fjölskyldunni og vinum. Sko, hjá mér hefur þetta gerst mjög hratt í raun og veru. Ég tek eftir þessu fyrir bara rúma ári síðan. Þá svona fer ég að vera var við þetta í skegginu, svona kemur blettu þar. Svona skeytti því nú kannski ekkert neitt rosalega miklu, svo var maður svona hálf slappur alltaf, þreyttur og hérna, já, svona þreyttur og svona hálf tussulegur eins og maður segir. Já, ég heiti Þórunn Þorvaldsdóttir og fangavörður á Hólmsheiði. Ég byrjaði að missa að ég fikk bletti fyrst 96. Þá fekk ég svona hækkun bak við eyrað, eyrun. Þá var ég ófrísk af barni númer 2 og fór þá til læknis og það vissi enginn náttúrulega neitt um þetta. Þá var þetta talið út frá áfalli sem ég hafði orðið fyrir þarna stuttu áður. Þannig að það var ekkert rosalega mikið pælt í þessu neitt í langan tíma. Og svo byrjaði ég að fá okkur svona bletti svona hér og þar, bara eitthvað svona litla bletti. Ég heiti Hafrún Bylgja Guðmundsdóttir og ég bý í Stykkishólmi. Ég starfa í Fjölbrautaskóla Snæfellinga, þroskaþjálfi og sérkennari þar og svo starfa ég einnig á sjúkrahúsinu í Stykkishólmi, sjúkraliði. Ég greindist með alopecia 30 en þegar ég greinist þá hafði ég verið að fá blett í hnakkann frá því ég var 14 ára.
og þann blett kom aldrei neinn útskýring á hverju hann kæmi, hann kom alltaf á sama stað í hnakkanum. Ég hafði þá ekkert mikið pælt í honum, hann kom og fór bara. Nokkrum sinnum þegar ég var að fara til læknis út af einhverju öðru þá hafði verið pælt í blettinum og þá fengi ég sveppasjampó og eitthvað svona, aldrei talað hvað þetta væri. 30 þá byrjaði ég að fá svo blett á hlið höfuðsins líka sem að á 3 mánuðum bara stækka og lokum bara misti ég alveg hárið. Þegar var eitthvað smá hár eftir á höfðinu þá fór ég á hárgreiðslustofuna og lét raka bara restina og brótarnir héldu svo bara áfram að detta. Alópecia er ekki lífshættuleg, hins vegar hefur það áhrif á sjálfsmyndina og andlega líðan einstaklingsins. Og svo ég fór til skólastjórans og var eitthvað að barma mér og hann segir góði besti, hafði engar áhyggjur af þessu. Það er fullt af fólki þarna uppi í leikhúsunum sem býr til hárkollur og svo getur bara verið með húfu og svo ég hélt áfram en þetta var svona varð til þess að ég fór kannski að einbeita mér að ýmsu öðru en bara leiklist, fór að pæla í leikmyndum og búningum og handritaskrifum og leikstjórn og svona til þess að hafa svona eitthvað auka plan og það var í rauninni bara mjög jákvætt fyrir mig sko, þannig að svona að því leyti, því að maður reynir nú alltaf að sjá björtu hliðarnar og öllum hlutum að þá var þetta svona blessun á ákveðnu leyti. Það hefur auðvitað áhrif. Eins og ég segi, ég er búin að vera með þetta síðan 96, allt svona öðru hvoru. 2015 misti ég allt hár. Og það var náttúrulega áfall. Hárið er einhvers konar rammi á mann. En einhvern veginn, þú veist, á sama tíma að þegar ég var í svona eitthvað svona sorg að þá var ég líka að reyna að hugsa ég er allavega ekki veik með þessu. Þetta gerir mig ekki veika. Þetta gerir mig bara öðruvísi í útliti. Að það er eiginlega það sem að maður svona getur aðeins ef maður verður eiginlega að horfa á það pínlítið. Og ég eiginlega basically læsti mig bara inni í 3 mánuði. Og eina svona fólki sem ég talaði við og umgekkst var svona dóttir mín og nánustu vinnir. En síðan eiginlega hætti það allt nema dóttir mín, hún kom þetta til mín reglulega. Og ég þurfti ekkert að fela mig fyrir henni en ég faldi mig fyrir öllum öðrum. Ég átti heima rétt hjá á Laugaveginum og labbaði alltaf upp í kjörbúð fyrir ofan og bara á kvöldin, mjög seint á kvöldin með hettupeysu og úlpu og hendi bara inn í poka og skreið upp úr rúm og var þar í 3 mánuði og borðaði ekki hollan mat út af því ég bara hafði ekki orku. Ég var þetta mjög þreyttur andlega líka og líkamlega. Þetta er ekki bara andlega, þetta er ekki útlitslega séð. Allur líkaminn minn var bara eins og ég verið 98 ára gamall veikur kall. Ég þurfti að labba upp kannski tröppur, bara nokkur skref, þá þurfti ég bara að taka pásu og ná andanum. Þess að vinur minn alltaf var búinn að fá mig til þess að koma með sér út á land, hann var að kaupa eitthvað gammalt hús og ég var búinn að tala við hann eitthvað bara með SMS eitthvað viku áður. Svo kemur það þessum degi og ég vissi ekki hvaða dagur var og hann var búinn að hringja í mig og ég svaraði engum, ekki einu sinni, ég var bara að fela mig sko, ég var bara undir sæng. Þannig að hann endaði því að hringja lögregluna og þeir brutust inn til mín og stóðu þarna 2 lögregluþjónar yfir mér og vinur minn og vinur minn segi við mig hvort ég vilja annarkvort fara, þessi eru 2 möguleikar, annarkvort fara upp á geðdeild eða þú kemur með mér norður og hjálpa mér. Og ég ákvað gat staulað ykkur svona smá út um mér, ég vildi fara með honum.
með þess að 2 lögreglumenn yfir mér. Þegar ég er að greinast með þetta þá vissi ég ekkert hvað þetta var og það var sem sagt læknir á sjúkrahúsinu hérna í Stykkishólmi, Jósef Blöndal, sem að benti mér á hvað þetta væri og benti mér á heimasíðu í Bandaríkjunum með samtökum, National Foundation Alopecia Areata, og þar gat ég lesið mikið sjúkdóminn og ferli hans og hafði mikil áhrif á þessari heimasíðu var myndir af fullt af börnum sem voru nauðuga sköllótt og bara brosandi. Og það hafði mikil áhrif á það hvernig mér leið að vera með þennan sjúkdóm, að ég var að greinast 30, búin að ganga í gegnum þessi sjálfsmótunar ár og að sjá öll þessi börn brosandi þar. Ég hafði svo svarað inn á umræðusíðu, það var kona þar sem að talar að mamma sín sé að missa hár og þá svara ég þar að ég hafi mist svona hárið og það sé kallað alopecia. Og í gegnum það hefur samband við mig önnur kona á svipum aldri og ég sem hefði bara verið að missa hárið á sama tíma og ég og hitta þessa konu og eina aðra konu hjálpaði mjög mikið að ræða saman svona þær skildum hann og svona. Alopecia er óútreiknanlegur sjúkdómur og hafa engar rannsóknir náð að henda reiður á af hverju hann stafar, af hverju hann byrjar eða hvað það er sem gerist í ónæmiskerfinu sem fær það til að hafna hárinu. Hvað er það sem veldur? Hvítu blóðkornin ráðast á hársekkin eins og hann væri baktería eða vírus. Með öðrum orðum, ónæmiskerfi líkamans ræðst á hársekkina eins og þeir eigi ekki heima í líkamanum. Viðbrögðin við þessari árás er að hárið sjálft þynnist og oft krullast. Með tímanum dettur hárið úr hársekknum. Á meðan hvítu blóðkornin halda áfram að ráðast á hársekkin vex hárið ekki. Í öllum gerðum alopecia haldast hársekkinir lifandi og eru tilbúnir að halda eðlilegri hárframleiðslu áfram leið og ónæmiskerfið hættir að ráðast á hársekkina eins og þeir séu utanaðkomandi. Í öllum gerðum alopecia getur hárvöxtur hafist að nýju, jafnvel án meðferðar og jafnvel eftir mörg ár. Það eru 3 gerðir af alopecia areata. Alopecia areata patsi, sem þýðir blettaskalli, alopecia totalis, sem hármissir á höfði, alopecia universalis, sem alger hármissir á öllum líkamanum. Á sínum tíma þetta talaði maður við lækna og það voru alls það sömu svörin sko, það er ekkert hægt að gera í þessu, þetta er bara svona. Og það var svolítið erfitt að sætta sig við það og maður var svona þess að kíkja á internetið, jú það er einhver var að selja eitthvað sjampó og svo var einhver sem var með keyptir einhverja kassettu og hún átti að búa til einhverja hljóðbylgjur sem átti að hafa góð áhrif. Og ég fór meira sér einhvern tímann til í Slóveníu til þess að hitta einhverja 2 rússneska lækna sko. Ég var nú eiginlega ekki mjög æstur í það en ég átti voða góða ömmu og hún vildi endilega að ég prófaði þetta. Svo ég fór og hitti þess að 2 rússnesku lækna, það var nú alveg saga út af fyrir sig sko, þeir töluðu enga ensku og það var ekki fyrir en að ég sá grein í dönsku blaði, ég bjó út í Danmörku frá 2005 til 2009 og þá sá ég grein í einhverju dönsku tímariti sem sagt konu sem var alveg sköllótt. Þá var ég ekki búin að missa allt hárið sko. Og þá kom einhver svona von að það kæmi allavega eitthvað út úr því, þú veist, eitthvað greining, hvað þetta væri og af hverju þetta væri, en ekki bara áfall. Þá fór ég með til læknis út í Danmörku, en áður náttúrulega heima, þú veist, þá er ég búin að fara í sterasprautur og eitthvað svona alls konar meðferðir.
En úti í Danmörku þá heyrði ég að þetta heitir alopecia. Og þá var allavega komið eitthvað nafn á þetta. Og það var svona einhvers konar léttir sem ég get ekki útskýrt. En þá náttúrulega vissi ég að það væri fleiri en ég. Að þá fór ég einmitt í svona það voru einhver geislar, svona innrauðu geislar eitthvað. Og náttúrulega virkaði ekki neitt. Nei, ég held að það var löngu seinna sem ég vissi að þetta hét eitthvað og ég man reyndar ekki alveg eftir, þú veist, hvernig mér leið með þetta hana í byrjun út af því að milli 10 og 11 ára þegar ég að fá þetta ég var með mjög þykkt hár og þetta sást ekkert, ég var bara með svona blettaskalla og þá systir mín fekk það líka á samtíma og við fórum í einhverju meðferð sem mamma man ekki alveg hvað það var en hún heldur þetta hafi verið bara einhver alls konar vítamín, B-vítamín og þá fengum við hárið. Systir mín fekk aldrei aftur alopecia en ég missti það svona ári seinna. Ég man alveg eftir því mómenti, ég var í sturtu og tók út úr hárinu sko. En já, ég meina, maður vissi alveg að þetta var ekkert eitthvað hræðilegt. Þetta væri bara, þú veist, læknarnir þekktu þetta. En ég vissi ekki að þetta væri alopecia og ég vissi ekki að einhver annar í heiminum væri með þetta. Ég fekk stuðning úr fjölskyldunni til þess að fara og fá svona tattoo í kringum augun og augabrýrnar. Maður verður mjög andlitslaus svona þegar augnhárin og augabrýrnar eru farnar. Ég byrjaði á því að fá mér hárkollu. Ég náði aldrei upp á lag að vera með hana. Mér finnst ég alltaf kjánaleg þegar ég kom með hárkollu. Svona eins og ég eftir að klára að fara í búning og upp á svið og leika eitthvað. Eins og ég þurfi að vera í karakter. Fyrir utan þær eru óþægilegar, þær þrengja að, maður klæjar undan þeim. Og ég bara fann mig aldrei, ég var aldrei ég sjálf með hárkollu. Þannig að klútar, hattar, slæður, þær hafa hjálpað mér meira. Maður á rétt á 70.000 króna styrk frá Tryggingastofnun einu svona ári. Og þann styrk getur maður notað bæði til þess að fá sér tattoo eða kaupa hárkollu eða fá hatta og klúta á völdum stöðum sem Tryggingastofnun hefur valið. Slæðurnar lærði ég að nýta bara af YouTube og mikið af myndböndum sem kenna manni alls konar slæðunýtingar þar. Mér finnst mjög gaman. Ég kaupa hatta og skemmtilega klúta og húr. Ég til dæmis með svona þema alltaf þegar ég fer til útlanda og reyni að nálgast hatt í hverri ferð. Ég nota gjarnan tækifæri á laugardögum eða sunnudögum að vera með hatt. Ég byrjaði með rosalega sætri húfu þegar ég var með vesturblettina. Og þá var húfa mín svo ótrúlega töff. Með svona smá skygni. Og en þegar ég misti allt hárið þá er eiginlega bara búin að vera með húfur síðan, svona heilar húfur. Ég get ekki nota derhúfur, það er eitthvað sem ég nota ekki og set aldrei upp. Og ég er alltaf með svarta húfu. En ég seti auðvitað upp hárkollur bara svona stundum en mér finnst það óþægilegt. Það er eitthvað við... Mér finnst hún bara þrengja að. Mér finnst hún kitla mig og hún stingur. Já, og það er eitthvað svona, eitthvað sem þrengir að, það pirrar mig. Og þær voru byrjaðar að gera heimasíðu, Baldvin, og út frá henni verður svo Facebook síða sem heitir Baldvin. Og út frá þessari Facebook síðu er lokaður Facebook-hópur þar sem að fólk með þennan sjúkdóm er saman komið og þar eru 70 Íslendingar
kannski ekki alveg allir með sjúkdóminn. Sumir eru með foreldra barna með sjúkdóminn eða maki sem eru einnig inn á síðuna. Sumir eru ekki með Facebook, þannig að þeir eru með tengilið sem er með Facebook þarna inni. Og það hefur hjálpað rosalega mikið að vera í þessum hóp og geta rætt svona þá líðan sem er tengt því að vera með sjúkdóminn og hjálpa mér heilmikið að fólk hefur mikið hringt í mig. Það þekkir einhvern sem er með sjúkdóminn og einhver þekkir mig og það hefur bent á mig og svo kom ég í viðtali í pressunni, ég var óskað eftir einstakling með alopecia, kom í viðtali í pressuna og út frá því viðtali hefur líka mikið verið hringt í mig og maður svona ræða við fólk sem er nýgreint með þennan sjúkdóm. Það hefur hjálpað mér alveg rosalega mikið. Það sem hefur verið erfiðast við þetta er að fólk er að nálgast mann alveg bara æ, ertu með krabbamein? Og svona þegar ég var að svara þessari spurningu á nei, veistu, ég er bara með sjálfsofnæmi, þá svona ósjálfrátt varð ég mjög fegin að vera ekki með sjúkdóm sem væri hættulegur eða léti mér líða illa eða gæti dreifð mig til dauða. Ég er svona, kannski að því að maður er dálítið áberandi í fjölmiðlum eða svoleiðis, að þá hefur fólk talað við mig, oftar en ekki kannski foreldrar sem að eiga krakka sem eru með alopeciu, eru nýbúnir að greinast og ég hef hitt nokkra stráka og nokkra stelpur, bara í svona smá spjall og ég segi svona yfirleitt það sama sko, sem er eitthvað sem mér finnst ég hafa komist að líka. Sko þetta er sjúkdómurinn, hann birtist svona, dettur af manni allt hárið og það er ekkert annað sem gerist. En svo hefur maður val, þú ræður hvort þetta er líka sjúkdómur sem hefur áhrif á hjartað eða sálina vegna þess að það er hægt að verða alveg ofboðslega leiður og þetta er ósanngjarnt og asnalegt og sérstaklega fyrir kannski stelpur. Það virðist vera auðveldara fyrir stráka að vera sköllóttir en maður hefur sem sagt þetta val, þú ræður. Ætli ég að láta þetta hafa áhrif á sálina mína, á hjarta mitt eða ætli ég að láta þetta bara vera þetta. Og að því leyti er þetta kannski svolítið merkileg svona lexía. Það er hægt að læra af því að fá þennan sjúkdóm. Við erum öll með eitthvað. Það sést utan á sumum eða það er inn í öðrum. Það er hafa allir einhver djöful að draga eða einhverju leyti eða er að kljást við eitthvað og þetta er kannski bara svona dýrmæt lexía í því að maður þarf að taka á honum stóra sínum og halda áfram og bera höfuðið hátt.